a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my... Þessi hugmynd hjá mér að opna upplýsingamiðstöð fæddist eiginlega fyrir bara 3 mánuðum síðan. Mér fannst alltaf hafa vantað hérna upplýsingamiðstöð sem býður upp á nánd við ferðamenn og hjálpar þeim að átta sig betur á staðháttum og hvernig þeir geta bjargað sér hérna og líka til að útvega fræðslu og þjónustu með svæðið. Það er starfrækt upplýsingamiðstöð í Minjasafninu og hún er kannski vegna staðsetningarinnar svolítið falin og ég sjálfur hafði oft gengið fram hjá henni á þess að veita henni gaum. Ég hafði heyrt fólk sem hafði farið jafnvel inn í safnahús og minjasafn og ekki átt að sjá því að vera upplýsingamiðstöðina. Samt er þetta sæmilega vel merkt hérna á götunni. Það er líka upplýsingamiðstöð í Varmahlíð, en hún er í Varmahlíð, hún er ekki hérna á Króknum, þannig að mér fannst svona að vanta svolítið svona stað til þess að vekja áhuga ferðamanna á svæðinu, segja þeim bara til, veita þeim svona praktískar upplýsingar, líka aðgang að internetinu sem vantar líka sárlega í minjasafni og ég hef einmitt talað við þá sem munu starfa þar það að vera svolítið í samvinnu með þessa þjónustu gagnvart ferðamönnum. En það sem vakti þannig ekki fyrir mér var að fara í einhverja samkeppni, heldur var að í raun að bæta eða svara þessari þörf ferðamanna fyrir ákveðna svona persónulega nálgun og nánd og veita þeim upplýsingar sem þeir kannski fá ekki alltaf strax og á annan hátt, til dæmis í formi fræðslu, ekki bara með bókum og upplýsingum sem ég veiti, heldur líka í gegnum myndefni sem ég er með af svæðinu. Og til þess að veita alltaf þessa þjónustu sem ég hef verið að tala þá skiptir alveg höfuðmáli að ég sé í góðu samstarfi við þjónustuaðila á svæðinu og líka meðvitaður það að hversu brýnt það og skiptir miklu máli að ég sé í góðu samstarfi við bara íbúa á svæðinu og líka og helst þjónustuaðila sem er að bjóða ferðamenn upp á alls konar þjónustu. Og markmiðið er sem sagt hjá mér að hafa opið frá 12 til 20. Ég náttúrulega hef viljað vekja athygli, það er eitthvað sem vonandi þróast betur, vilja vekja athygli á því að allir þeir sem standa listsköpun eða eru með listmuni eða einhverja minjagripi, geta komið og selt á hér. Og það er nokkrir búin að byrja að grípa tækifærið og eru með handverk við sölu og ég vona að það þróast bara áfram. Anyway, yeah, there's a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a